þetta væri kannski ekkit svona alvarlegt ekkit svona alvarlegt eins og ég vil meina ef allt væri með feldu. En það ekkit allt með feldu í okkar samfélagi, hvorki á Íslandi né í hinu vestræna heimi. Það haldið á okkur frá degi til dags margs konar ósannindum til að mynda þeim að það sé til 72 kyn. Og það mjög sláandi að á þeim tíma sem að þetta sett fram, að þá fáir sem að treysta sig til þess að koma fram og andmæla slíku bulli. Og þegar að því haldið fram til dæmis að versti óvinnur plánetuna jarðar sé koltvísýringur og að eina leiðin til að koma í veg fyrir að plánetan haldi áfram að hlýna sé að útrýma koltvísýringi eða lágmarka koltvísýring, að þá fáir sem koma fram og andmæla því. Og hvaða fleiri svona hæpnar kenningar það sem haldið á okkur? Getum við trúa því til dæmis að vindmyllur sé í öllum tilvikum góðar fyrir umhverfið? Ég veit ekki, ég efast það. Eigum við að trúa því að sólar og sólorka geti leyst öll heimsins orkuvandamál? Ég leyfi mér efast það. En það kannski eitt af því sem við megum ekki efast Eigum við að halda áfram að moka peningum í skólakerfið okkar þegar ástandið jafn bágborið og raun ber vitni, þegar börnin okkar útskrifast þaðan á þess að hafa nægilegan orðaforða, á þess að geta lesið, á þess að geta reiknað, að þá okkur samt sagt að við höfum halda áfram að hella peningum onni í kerfið sem að mun þá væntanlega halda áfram að starfa á sömu forsendum áður. Hversu margir að andmæla þessu? Ég sá viðtal reynda við mann að nafni Simpson, hann með eftirnafni Simpson, sem betur fyrr leyfir sér að gagnrýna það sem að gerast í skólakerfinu og ég vona að margir fleiri komi í kjölfarið á því. En við þurfum slíkar andófsraddir. Hægt að trúa því þegar okkur sagt að feður séu óþarfir, að börn hafi ekki þörf fyrir feður sína og lausnin á öllum uppeldisvanda og öllum hegðunarvanda sé að koma börnum sem yngstum inn á stofnanir sem reknar eru af ríkinu. Það til þess fallið að auka á hamingju foreldra að losna við börnin sem fyrst út af heimilinu þannig að þau geti farið í vinnun aftur, sem tengist aftur spurningunni hverju þjónum við? Viljum við þjóna, börnunum okkar? Viljum við þjóna okkar eigin hjarta? Eða viljum við þjóna mammoni? Viljum við þjóna því að afla sífellt tekna og nudda þetta efni sem að við höfum verið að eyða allir okkar orku í? Þannig að öll þessi vandamál sem við stöndum frammi fyrir, okkur sagt að lausnin á þeim geti verið sú að auka útgjöld ríkisins og moka fleiri milljónum úr ríkiskassanum. Nú liggur það til dæmis fyrir að þetta bandalag vinstrimanna sem að ég var að tala áðan lofaði því í aðdraganda kosningarna núna í Frakklandi að þeir skyldu inn af hendi ríkið undir þeirra þjónustu, undir þeirra stjórn, mundi auka útgjöld og auka þjónustu sem myndi kosta ríkið, þegar þetta allt reiknað saman, 150 milljarða evra. 150 milljarða evra sem að franska ríkið á ekki til í augnablikinu. Þannig að það virðist vera að aðferðafræði þeirra sem vilja nú örugglega sigra kosningar á árinu 2024 eins og kannski á fyrri árum sé að lofa sem mestu og lofa efni fram vegna þess að almenningur vilji í raun og veru bara fá sem mesta þjónustu og leggja sem minnst af mörkum sjálfur. Þetta segir ekki fallega sögu lýðræðið okkar og kannski ekki fallega sögu það hvernig við
sem einstaklingar hugsum ábyrgð okkar sjálfra og ríkið.